skilur. Hefði Palestínufáninn farið upp ef þú hefði verið borgarstjóri? Nei, og ég held að Úkraínufáninn hefði ekki farið upp heldur, sko. Ég skil ekki akkur það að vera að flækja máli einhvern veginn fyrir augum borgarans einhvern veginn þegar hann labba fram við Ráðhúsinu, bara, hvað það að hugsa? Hvað kemur þetta máli einhverju raun og veru við, sko? Moki götunar, reikið leikskóla, skilur? Reikið leikskóla fyrir börna, því mér langar eitthvað fleiri börn, reddi leikskólamálunum. Húsnæðismarkaðurinn, skilur, hættið að skemma hann með þeim hætti sem hefur verið gert, eins og hefur nú vel verið rakið í þessum þætti. Menntamálun allavega í lagi. Einmitt. Akkurat, þú veist, gerir eitthvað rétt og farið svo að skreita ykkur með einhverjum óviðkomandi fánum, skilur. Þetta er þetta, sko, og þetta er raunverulega svona pólitískt eitur, finnst mér. Akkur er ekki bara verið að tala skilur, bara svona praktísk mál, verið að leysa þetta, þú veist, mannréttindasvið, það er bara svona einhver hugmyndafræðileg hugveita inn í borginni sem er bara þarna með einmitt þetta, þú veist, alls konar eitthvað svona transdæmi, þú veist, þetta, við erum góðið þessu, við erum, þú veist, með þetta regnboga vottun út allt, bara heyrðu, sko, skilur, sinnið þjónustunni, bara byrja á því og svo allt hitt, og þetta hefur vantað algjörlega í borgina. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.